Núna eru berjadagar í Netto. Gómsæt og safarík ber í miklu úrvali. Netto. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Það fjölbreyttur þáttur framundan. Við kíkjum á bókasafni í Reykjanesbæ, þar sem mömmumotnar njóta vinsælda. Við ræðum einnig við akstursíþróttakonu, skoðum málverk frá Þingvöllum, kynnumst safnahelgi á Suðurnesjum og fáum að vita hver Mystery Boy er. Þá lokalag þáttarins frá 50 ára afmælistónleikum Kvennakórs Suðurnesja. En við byrjum hins vegar á mömmumotni á bókasafni Reykjanesbæjar. Foreldramotnar verkefni sem við byrjuðum með fyrir það bil 3 árum síðan og það aðalega hugsað fyrir foreldra sem eru í fæðingarorlofi en auðvitað eru alltaf allir velkomnir og þetta svona fræðsla sem við erum að bjóða upp á og svo líka bara samvera þannig að foreldrar geta komið og bara búist til tengslanet til dæmis en það auðvitað mikið af nýju fólki sem að flytja inn í bæinn. Við vitum það gífurleg aukning. Og þá mikilvægt að geta myndatengsl og við tala nú ekki fólk sem í foreldrarleyfi eða fæðingarorlofi að það hættir í til að einangrast. Og svo finnst okkur líka bara mikilvægt að geta miðlað svona alls konar fræðslu og því sem að tengist bókum og ekki endilega. Þetta líka bara menningarlæsi, bara samfélagslegt læsi að taka þátt og vera með. Ég byrjaði með fekk þessa hugmynd fyrst þegar ég kom að vinna hérna. Það var vegna þess að ég hefði verið að fylgjast með foreldramótnum annars staðar. Og þetta eru verkefni sem að mörg bókasöfn annars staðar á landinu eru með. Og við erum duglega að miðla alls konar hugmyndum á milli okkar. Þannig að við vildum bara prófa þetta hérna og þetta hefur ekki verið með þessu sniði hérna áður í bókasafni Reykjanesbæjar. Þetta verkefni, foreldramótnar, hefur gengið alveg ótrúlega vel, bara vonum framar. Og það ótrúlega gaman að sjá endurnýjunin í hópnum vegna þess að já, þetta eru foreldrar sem eru heima og þetta mest mæður, vissulega. Þær að taka sér lengra fæðingarorlof, við sjáum það. Og við erum að sjá hópinn endurnýjast reglulega sem ótrúlega skemmtilegt. Við erum að kynnast ótrúlega mikið af börnum og foreldrum. Við erum að sjá börn og foreldra koma hérna og byrja snemma að koma í bókasafnið og kynnast safninu og því sem í boði hérna í safninu. Það mjög mikilvægt, finnst okkur. Og svo erum við bara að sjá börn og foreldra eldast með safninu og við bara höldum áfram að þekkja þau og fá þau heimsókn og alls konar. Af því að viðburðir í safninu að sjálfsögðu fyrir fólk á öllum aldri og börn á öllum aldri. Það hafa verið margir fyrirlesarar, skemmtilegir og fjölbreyttir sem hafa komið til okkar hingað á foreldramótna. Bara sem dæmi þá kom hún hérna Kristín Mariella sem fjallar uppeldisaðferðina. Hún kom hérna fyrir vetur, það var gífurlega vel sótt. Ebba Guðný, heilsukokkur, kom hérna og kynnti bara hollan ungbarnamat. Það eru margir sem vilja gera sjálfur heima. Það var líka vel sótt. Við höfum árlega boðið upp á skyndihjálparnámskeið á vegum Rauða krossins með unga börnum. Þetta gott fyrir foreldra sem eru heima börn. Já, það bara, ég reyni bara að hafa þetta ótrúlega fjölbreytt og sem miðar að þessari stóru flóru sem það að eiga lítið barn. Þú veist, það eru taubleiur og ungbarnanudd og foreldrajóga og krakkajóga og bækur og þú veist, það svo mikið sem verið að tala og fræðast um. Foreldramótnar eru í hverri viku hér í bókasafni Reykjanesbæjar og við hittumst á 50 frá klukkan 11 til 12 og við reynum að hafa það þannig að í annað hver skipti boðið upp á einhvers konar fræðslu. Í hinn skiptin þetta meira svona afslöppun og fólk að fá sér kaffi og spjalla og kynnast. Og hún Angela hérna í Ráðhúskaffi, hún alltaf með tilboð og afslætti fyrir foreldra sem að koma. Þannig að þetta verður oft svona notalegur hittingur hjá foreldrum sem að taka sér síðan bara hádegismat og svona einhvern veginn nýta daginn í að fara út og vera saman. Já, bókasafn Reykjanesbæjar verður 60 ára í ár, 2018 og þar með orðið ein elsta opinbera stofnun bæjarins og við viljum að sjálfsögðu bara fagna og gleðjast með bæjarbúum því þetta að sjálfsögðu safnið okkar allra, það engin við eigum ekki safnið eða einhver annar, við eigum þetta öll saman
Þannig að við ætlum að bjóða upp á bara alls konar. Við ætlum til dæmis að opna sýningu sögu safnsins hjá okkur hérna í Átthagsstofunni. Við ætlum að vera með veislu á afmælisdaginn 7. mars. Þannig að öllum bæjum búið að koma og fá sér köku og kaffi og svona. Við ætlum að fá hana Lóa Boratorium, teiknimyndasögu hönnuð, til að koma. Og hún ætlar að opna sýningu í teiknimyndasögudeildinni, unglingadeildinni og vera svo með námskeið fyrir bara alla áhugasama teiknimyndasögur. Já, það sem að það verður bara hægt að læra að teikna og hún sagði einmitt sjálf, sko, það þarf ekki að hafa neitt, þú þarft ekki einu svona að hafa kímni gáfu til að koma, bara áhuga, bara byrja að prófa og skoða hvernig þetta er. Það verður 17. mars. Já, við erum með dagskrá á foreldramótnum, við erum með lesingar sjálfsögðu. Hér eru konur sem hittast og koma á prjóna sem eru hættar að vinna og að gefa afraksturinn til leikskólana. Þannig að það er alltaf til aukasetta vettlingum og húum og svona. Við erum að sjálfsögðu alltaf að taka á móti leikskólum bæjarins hérna í sögustundir í hverri viku. Þannig að það er mikið barnastarf í gangi. Já, hlutverk bókasafna er að sjálfsögðu að breytast ótrúlega mikið og hefur breyst mikið á síðustu árum. Þetta er ekki lengur þannig að þú lappar inn og það er alveg þögn og má ekkert segja. Og hér er náttúrulega sjálfsögðu lifandi bókasafn því að við erum með kaffihús og þjónustuver bæjarins og það er mikið af fólki hérna. En þú getur líka farið í þessa ró og þetta næði sem að margir vilja og sérstaklega námsmenn. Það eru margir námsmenn sem koma og eru hérna. Og þetta hefur bara líka þannig gildi fyrir okkur, finnst okkur, og við erum að sjálfsögða með okkur svolítið mikið við Norðurlöndin, hvað varðar bókasöfn, að við erum svona home away from home. Við viljum vera þriðji staðurinn. Þannig að þú ert heima og þú ert að vinna í skóla og svo er þetta svona samkomustaður. Þetta er menningarmiðstöðin. Það er svona það sem við viljum vera og ég vona að það gangi vel bara. Og það er bara hægt að gera það alls konar og það er einmitt líka bara þessi viðburðir og þetta er bara læsi. Læsi er ekki endilega að lesa í bók. Það er líka samfélagslega læsi og menningarlegt læsi og alls konar og við viljum einhvern veginn vera svona suðupottur fyrir það. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Emilía Rut Hólmarsdóttir Olsen var kjörin akstursíþróttakona 2017 hjá Akstursíþróttasambandi Íslands, en síðastliðið ár hefur hún náð gríðarlegum árangri sem aðstoðarökumaður í rally og var einnig valin Akstursíþróttakona Reykjanesbæjar á síðasta ári. Emilía tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í AB varahlutaflokki síðasta sumar ásamt sambýlismanni sínum Ragnari Gröndal, en saman reka þau hjólbarðaþjónustuna og verkstæðið Nestek sem staðsett er í Njarðvík, en þar tóku þau á móti Víkufréttum. Hvað er allt þetta? Hérna er gírstöngin. Já, þetta hérna er handbremsa, þetta er vökuhandbremsa. Ok. Svo hérna erum við með slökkvikerfi, skulum ekki tóa í það. Nei, er það bara ef kviknar í hérna hjá okkur? Já. Svo er ég með aksturstölvu hérna, þar sem ég get séð hraðan sem við erum á og kílómetrana sem við erum búin að fara á tíman. Stilli það bara eins og ég vil, sé eyðsluna á bílnum og allt saman. Svo erum við með annan svoleiðis mæli hérna og svo erum við skiptiljós hér. Hvað er það? Það er sem sýnir honum hvernig hann á að skipta upp á mesta hraða. Ok. En eins og sætið þitt? Við erum með körfustól Já. sem að maður er öruggur í þessu, maður finnst það alveg. Svo erum við með hérna 6 punkta belti. Komum svona barnabílstól. Já, manni líður svolítið svoleiðis, sko. Og það er virkilega vel passað upp á öryggið í svona... Já, það er svoleiðis. Við erum líka með spes hjálma fyrir þetta og við erum með hansbúnað sem kemur í staðinn fyrir hálskragann. Ok. Svo strekkjum við þetta bara alveg niður þannig að við náum að landanum. Já. Þannig að við erum þokkalega föst.
Svo erum við með hérna intercom sem við tengjum í hjálmann okkar. Þannig að við getum talað saman á leið og heyrir hann vel í mér. Það eru svona mikrofónar á milli eða bara? Já, það eru svona mikrofónar í hjálmann. Við heyrum alltaf mjög vel í hverju. En svo eru þið með eitthvað teymi sem hjálpar ykkur líka? Já, við erum sem sagt með servicemenn sem að þetta væri bara ekki hægt að þeirra. Hvað gera þeir? Þeir eru rauninni laga bílana þegar við komum út á leið. Þegar við komum út á leið í einhverju paníki, eitthvað brotið eða bilaði, þá eru þeir fljótir að grípa í. Hvað segirðu, Emilía? Af hverju byrjaðirðu að keppa í rally? Maðurinn minn eiginlega fékk mig bara til þess. Hann var að keppa í þessu, eða búinn að vera að keppa í þessu síðustu ár og fékk mig bara með sér og maður gerir bara ekkert annað eftir þetta. Og þú ert núna að vinna hérna á dekkjaverkstæði. Hvaðan kviknaði þessi áhuga á bílum? Það hefur bara alltaf verið til staðar. Ég volst rosalega mikið upp við þetta í kringum pappa og vini hans. Er hann búinn að vera að keppa í? Nei, hann hefur ekkert verið að keppa, hann hefur átt mótorhjól og verið með honum á fjórhjóli og svona. Nú er þú, hvað kallast það, aðstoðarökumaður. Hvernig er það? Það er hrikalega gaman, sko. Ég sem sagt sé það að segja honum hvert hann á að fara og ef hann hlustar ekki, þá getur það enda illa. Henni, þú ert að keppa með manninn þínum? Já. Hvernig er það? Það er bara rosalega gaman. Við keppum saman og vinnum saman og búum saman. Þannig að það eru miklar útreikningar sem þið þurfa að spá í fyrir keppni? Já, það þarf að vera allt í staðar. Það eru varahlutir og svo erum við með okkar servicemenn sem að ferðast út allt land með okkur. Hvernig er svo hefðbundinn keppnisdagur hjá okkur? Fyrsti dagur í keppni er yfirleitt að byrja maður mjög snemma. Það er oft sem við erum að vakna klukkan 5 á morgnana til þess að fara að keppa. Og ég þarf að passa það að vera með nóturnar mínar. Við erum að passa að vera með allan öryggisbúnað með okkur. Hvað æfir oft? Í rauninni æfum ekki neitt. Það er bara við förum svona viku, 2 fyrir keppni. Þá förum við á leiðaskoðun, hreinsum til í nótunum okkar og græjum og gerum. Alvöru helgartilboðin eru hjá okkur. Kryddað lambalæri á 1291 krónu kílóið. Netto. Æfingar eru nú að hefjast á söngleiknum Mystery Boy sem leikfélag Keflavíkur hyggst frumsýna í apríl en höfundurinn sem byggir verkið á eigin reynslu er tónlistarmaðurinn Smári Guðmundsson. Við lítum við á fyrsta samlestur í frumleikhúsinu og tókum höfundinn tali. Ég tók eftir því þegar þú kynntir í kvöld fyrir leikofnum að þú notaðir ákveðna kynningu. Já, ég kynnti mig sem Smári. Ég sagði hæ, ég heiti Smári og ég er alkohólisti. Og þetta tengist kannski tilur verksins, eða hvað? Jú, ég fekk hugmyndina af þessu verki eftir ég kom með meðferð fyrir 16 mánuði síðan. Þá langaði mig að gera kveðjutónleika af ákveðum karakter sem er búin að vera nálægt mér. Og eftir ég fór svona að kafa meira og meiri djúp svona ofan í þennan karakter, þá sá ég að hann mun alltaf vera hluti af mér. Og ég mun þurfa svona meira hjálpa honum heldur en að kannski að skilja hann eftir. Og þá svona kviknaði þessi hugmynd að gera það frekar á söngleik heldur svona kveðjutónleikum. Já, það er kannski næsta spurning. Hver er þessi karakter? Hver er Mystery Boy? Já, það er skemmtileg spurning sko. Mystery Boy fæddist fyrir 20 árum síðan eða 18 árum. Og ég notaði hann eiginlega svona dálítið þegar ég var kvíðinn og ég þurfti að fara á svið og allur tónleika, þá fór ég oft í þennan gír, þennan Mystery Boy og faldi mig oft inn í honum sem var svona gaur sem var með mikið mojo og mjög cool og svona dæmi sko, en innst inni var ég bara kvíðinn og bara hræddur sko, en faldi mig bak við þennan. Þannig svona varðilega Mystery Boy til þegar ég þurfti að fara á svið en þorði ég kannski ekki sjálfur sko. Þú getur verið með og ert með, ég veit ekki hvað þeim að uppljóstra það einu sinni, þú ert allavega með fleiri en 1 gig á föstudaginn. Já, þú með nokkuð projekt. Er umbóðsmaður hans Mystery Boy og hann mun koma fram ef ég næ í hann, ég er ekki búinn að ná í hann ennþá, en hann var búinn að lofa að koma fram. Hann er einmitt einn af þessum földu perlur kannski hérna á svæðinum, ekki margir sem að vita á hann kannski. Já, hann fílaði það sko, það fæst sem vita á hann, hann er reyndar að spila mikið úti, Sádi Arabíu og Katar, það er hans heimastöð sko.
En hann kannski gefur sýningunni svona aðeins léttari blæ, mér skilst þetta sé nú ekkert mjög hefðbundið drama hjá ykkur. Nei, ég svona ákveða þegar ég fór að svona setja þennan sönglega svið sko að eins og þegar ég var í minni fíkn og ég var að drekka sem mest sko og þegar fólk var eitthvað að segja eitthvað við mig sko hætta veistu eitthvað að drekka svoleiðis þá bara tók ég oftast í öfugt sko. Þannig ég velði svona nálgast verkefnið dálítið skemmtilega og með mikil gleði og þá sem kannski umgjörðins kannski kringum það sé kannski svona meira svona forvarnir og svoleiðis en þá sýningi sjálf mikil gleði og svoleiðis dæmi og kannski ekki mikið það í sjálfur sýningunni. Þannig að svoleiðis sá ég svona hvernig ég ætla að nálgast verkið sjálft. Já, og við heyrðum hérna áðan hlátrasköllin frá fyrsta uppleistri, þannig að þetta lofar góðu. Já, þetta alveg frábært að heyra að fólk að taka vel í þetta og mikil orka sem að myndast hérna, ég finn það sko. Það alveg frábært. En að þetta í hug að semja söngleik, þetta ekki smá bilun? Jú, þetta það. Og ég vissi ekki alveg hvað ég að fara út í þegar ég byrjaði á þessu sko. Ég var bara með þessa litlu hugmynd og alla þessa músík sem var til og langaði að gera þetta að einhverju miklu eins og söngleik sko. Og síðan þegar ég fór að skrifa þetta þá sá ég að þetta miklu meira að gera söngleik en bara að segja það sko. Þannig að ég fór að fara á námskeið og finna mig vitneskju að hvernig að gera þetta sko. Og núna ári seinna þá þetta svona að mótast frá því sem við komum fyrst. Já, viðbröðin eða viðtökurnar hjá leikfélaginu voru bara mjög jákvæðar, ekki satt? Jú, þau voru alveg bara frábær sko. Þau sáu kannski eldmóðin í mér hvað ég vildi, hvað þetta mál brennur í mér sko, veist, að reyna að hjálpa það, veist, og skila tilbaka þeirri hjálp sem ég hef fengið og reyna að hjálpa þeim sem voru kannski mínu sporum þegar ég var sem mest í minni fíkn. Og þau sáu það kannski og sáu kannski svona hugmyndunum bak við þetta og hvöttu mig áfram til að halda áfram að skrifa og svoleiðis. Þannig ég mjög þakkláttur fyrir það. Og hverju geta svo gestir átt von á frumsýningu sem hvað í apríl? Föstudaginn 13. apríl, það skemmtileg tímasetning. Það verður mikið fjör og mikið stuð. Það verður svona eilítið dulúð líka yfir þessu. En það bara þessi gleði sem ég vil smita út inn í hjarta áhorfandar sem ég svona að reyna að koma til skila. Alvöru helgartilboðin eru hjá okkur. Frosnar kjúklingalundir með 40% afslætti. Netto. Stjórn Listasafns Reykjanesbæjar ákvað snemma á síðasta ári að vera með sýningu í tilefni 100 ára afmælis fullveldis Íslands. Þingvallamyndir eru viðfangsefni sýningarinnar Hjartastaður sem opnaði á dögunum. Suðurnesjamagasín kíkti í listasal Döshúsa og ræddi þar við Valgerði Guðmundsdóttur, menningafulltrúa Reykjanesbæjar, Hjartastað og einnig safnahelgi á Suðurnesjum sem helgina 10. til 11. mars næstkomandi. Já, þannig mál með vexti að snemma á síðasta ári þá ákváðum við sem erum í liststjórninni að væri nú gaman að gera eitthvað skemmtilegt í tilefni þess að það 100 ára afmæli fullveldis á Íslandi. Og Aðalsteinn Ingólfsson sem hefur nú verið sýningarstjóri oft hjá okkur, hann kom með þá hugmynd að við fengjum lánaðar Þingvallamyndir úr einkasafni Sverris Kristinssonar og það varð úr og hér erum við núna með myndir af Þingvöllum eftir 17 listmálara, alla á, þetta spannar í rauninni það besta af 20. öldinni. Með þeir yngstur Magnús Tómasson og svo einu sem enn lifandi en síðan erum við með þá snillingana Kjarval og Ásgrím, Jón Þorláksson, Jóhann Brím og svo framvegis. Og í tilefni þess að þessi sýning fullveldis afmælissýning þá verður fjöldi viðburða einmitt í tengslum við þennan afmælisviðburð og meðal annars á safnahelginni. Þá ætlum við að vera hér þá ætla sýningarstjórinn að koma og segja frá sýningunni og hér verður líka óvæntur gjörningur. Og hann Eiríkur Hermannsson frá sögufélagi Suðurnesja, hann ætlar eitthvað að segja frá svæðinu þessu umhverfi, hvernig það var fyrir 100 árum síðan? Jú, það nefnilega þetta að við ætlum að vera með einn af þessum viðburðum sem við erum með í tengslum við þessa sýningu, það að við ætlum að vera með sögukvöld þar sem sögufélagið og byggðasafn Reykjanesbæjar taka þátt í þessu með okkur
og þar á einmitt að fjalla stöðu Suðurnesja árið 1918, hvað var hér að gerast, hvernig var ástandi hérna þá og leið verður Aðalsteinn með, segir hann, svona myndlistarlega hlutan af fræðslunni. Núna aðra helgi þá eitthvað sem við köllum safnahelgi á Suðurnesjum og þar eru allir menningarfulltrúar svæðisins búin að vera í miklum undirbúningi. Hvað getur þú sagt um safnahelgi? Já, þar verður hér alltaf fullu aðra helgi, opið á öllum söfnum, ókeypis inn og líka á ýmsum svona einkasöfnum og sýningum og dagskráin kemur öll til með að fara inn á safnahelgi.is. Þannig að við bendum fólki bara á að fara þar inn og fá nákvæmari útlistanir á hvað í boði. En hér verður ýmislegt, til dæmis eins og hér í Dúshúsum, hér verður leikfélag Keflavíkur með gjörninga á sunnudeginum og ekki vitað enn náttúrulega hvað þar verður á ferðinni. Harmoníkufélagið verður hér á laugardeginum. Það verður opið í slökkviliðssafninu og þar fyrir nú hver að verða síðastur að kíkja inn á þá glæsilegu sýningu. Og við erum náttúrulega með rokksafnið. Og það líka sýning út í Reykjanesvirkjun? Já, þar verður opið, þannig að fólk bara hvatt til þess að mæta. Í Sandgerði verður nýr viðburður, þar eldri maður sem á fullt af skipalíkonum heima hjá sér og ætlar að bjóða fólki heim. Í Garðinum verður náttúrulega opið á Byggðasafninu og fleiri stöðum. Þannig að vonandi fáum við bara þokkalegt veður, þannig að fólk geti farið hratt og vel á milli bæjarhlutana. Og Grindavík sunnudagurinn þessi helgi fyrsta helgi í menningarviku Grindvíkinga, þannig að þar verður mjög mikið og margt í boði, fjölbreytt dagskrá. Með þessari safnahelgi þá þið meðal annars að höfða til fólks utan Suðurnesja, þeir viljið endilega fá gesti á svæðið. Já, og þess vegna þessi tímasetning valin. Við erum að reyna að fara svona fyrir utan þennan venjulega sumarleiðistíma höfuðborgarbúa. Erum að láta okkur detta í huga þeir hafi kannski ástæðu til þess að kíkja hingað suðrætti til okkar á þessum árstíma. Við höfum orðið vör við það síðustu árin að það eru sífellt fleiri gestir að koma, þannig að þetta eitthvað sem virðist við höfum hitt í mark. En auðvitað erum við líka að hugsa okkar eigið fólk og nota tækifæri til þess að kíkja í okkar eigin söfn og okkar eigin sýningar og nágrann okkar. Þannig að við erum að vonast til þess að íbúar Suðurnesja noti nú tækifæri og sjáu hvað þeir eiga stórkostleg söfn og sýningar. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. All around is so that empty house.
þökkum ykkur fyrir áhorfið í þessari viku. Minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt blað okkar sem dreift inn á öll heimili á Suðurnesjum á miðvikudögum og fimmtudögum. VFF.is með fréttirnar frá Suðurnesjum alla daga vikunar og Kylfingur.is með allar golffréttirnar alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns getið þið líka séð á Víkurfréttasíðunni VFF.is. Þið getið hort á hann í símanum, spjaldtölvunni eða í tölvunni. Þangað til næst, verið sæl. Sæl.